kvöld. Þetta eru fréttirnar í dag. Það gerðist eitt í dag í skólanum að brunabjallan fór í gang. Heyrum hvað krakkarnir sögðu og heyrum hvað krakkarnir voru þegar brunabjallan fór í gang. Hér er Tómas úr 4. bekk sem var í skólanum þegar þetta gerðist. Hvað hefur þú að segja þetta? Þetta var alveg hræðilegt. Ég brá ekkert smá mikið og ég held að skólan var að brenna niður. En svo var allt í góðu, þannig að... Hvað varstu þegar þetta gerðist? Ég var niður í textilmenntastofunni að puttaprjóna og ég held að puttaprjónu hefði bara að skemmast þarna inni. Já, þetta hefði Tómas að segja. Hér erum við annan nemanda á Kasseldisskóla. Hún heitir Kara og er í 2. bekk. Hvað hefur þú að segja þegar brunabjallan fór í gang? Bara ekki neitt gott. Það var bara hræðilegt. Ég hljóp bara grátandi í fangi á kennarunum mínum og ég grét. Og mér finnst þetta að banna svona brunabjallu þegar það er ekki að kvikna í. Já. Hvað varstu Já! gerðist? Ég var bara í yrkislestri. Ég var að reyna að lesa Tindabók. Ég kann ekki að lesa alveg. Þessi krakkar að þurfa að lenda þessu. Þetta var örugglega leiðinlegt fyrir þau og mikið áfall. En við ætlum að hitta 1. bekkingana og sjá hvernig þau hafa það. Hér erum við með Rögnu úr 1. bekk. Hvernig var það í dag? Ég borðaði fisk í skólanum. Var góður? Já, mjög góður fisk. Varstu eitthvað út að leika þér? Já, mér finnst skemmtilegast í springvöldum og ég hoppaði á trampolíni og svo rólaði ég og svo hljópaði ég í skólan og svo klifraði ég og svo þurfti ég að fara inn. Var það leiðilegt? Já, því líka ég vettlingur með þegar ég held þetta sé vettlingur með. Passar ekki á mig, ég held vettlingur með. Já, en ekki bara það, heldur kennararnir voru rosalega óþolinmóðir í dag gegn börnunum því að börnin voru rosalega erfið. Kennari, viltu koma í viðtal? Hér erum við með kennara frá Kasseldisskóla. Hún heitir Sara. Sara, voru krakkarnir erfið í dag? Já, Kara kom hlaupandi til mig í dag, grátandi og ég er svolítið til ég að fara heim smá mín. Já, það var bara þannig og við vonum að kennarinn fái sér ekki nógu mikið vín að hún verði full í kvöld. Og þetta var það og takk fyrir fréttatímann í dag og við sjáumst hress og kát á morgun.